Vinnutími og neysluhlé. Störfum á almennt skipta í tvennt eftir vinnufyrirkomulagi, annars vegar fullt starf og hins vegar hlutastarf. Tímið þinn alltaf dýrmætur og það aldrei gott að vera svangur. Því skiptir miklu máli að skilja reglur vinnutíma og neysluhlé. Þú átt rétt á kaffihléi fyrir og eftir hádegi sem eru hluti af vinnutíma. Þetta getur þó verið útfært á mismunandi hátt eftir vinnustöðum eða kjarasamningum. En sums staðar ekki gert ráð fyrir því að kaffihlé séu tekin. Þá vinnudagurinn styttur sem því nemur. Til viðbótar þá eru skilgreindir í kjarasamningum matartímar í hádeginu og kvöldinu. Í hádeginu að ræða hámarki 60 mínútur í matartíma sem yfirleitt ekki hluti af vinnutíma. Ef unnið á kvöldin í framhaldi af dagvinnu þá matartími á milli 19 og 20 sem hluti af vinnutíma. Sé kvöldmatartími unnin að hluta eða öllu leyti greiðist tilsvarandi lengri tími. Fyrir hefðbundna dagvinnu sem getur aldrei verið lengri en 8 klukkustundir per dag greitt með dagvinnulaun, en fyrir vinnu umfram það á kvöldinu helgar, skal greiða sérstakt yfirvinnu eða eftirvinnu álag. Það skiptir ekki máli hvort þið vinni hlutastarf eða fullt starf, það gilda sömu reglur vinnutíma. Mundu, dagvinna aldrei lengri en 8 tímar á dag og ef unnið lengur þá greiðast álag í formi yfir eða eftirvinnu. Þú átt rétt á neysluhléum í þinni vinnu. Kannaðu þann rétt nákvæmlega á þínum vinnustað. Ef einhverjar spurningar vakna, hafðu samband við stéttarfélagið þitt eða okkar réttur@asi.is.